Já, Hlynur, til hamingju með titilinn langhlaupari ársins 2021. Segðu mér var síðasta ár svona, ef við horfum kannski á, þú settir Íslandsmet í maraþoni. Hvað gerði síðan eftir það, svona fram að þessum tíma sem við erum að tala núna? Já, ég tók mér bara stutta pásu eftir maraþonið, fór aðeins heim og var svona 2 vikur að ná mér eftir Dresden. Og já, svo fór ég bara í undirbúning fyrir brautartímabil sem gekk bara mjög vel. Ég setti persónulega bætingu í öllum mínum greinum, þessar 3000, 5000 og 10.000 metrum. Og já, eftir það þá flutti ég frá Hollandi og ætlaði svona að sjá hvernig þetta myndi ganga að vera á Íslandi aðeins. En eftir smá tíma bauðst mér það boð að koma að æfa með hópnum hjá Stefano Baldini sem er ólympíumeistari í maraþoni frá árinu 2004 og svona einn af mínum átrúnaðargoðum í íþróttinni og eitthvað sem ég vill hafa með mér í liði þegar ég ætla að reyna við ólympíulágmarkið á næsta ári. Og já, síðan þá hef ég flutt til Ítalíu og bara kominn með góða fótfestu hér og byrjaði að ná góða tökum á tungumálinu og bara fullu að æfa og sjá hvernig það gengur 2022. Hvar á Ítalíu ertu? Ég í héraðinu Emilia-Romagna, það það sem Bologna er. Já. Og svona hliðina á Lombardia, það sem Milano er. En ég bý í litlum bæ sem heitir Rubiera. Og eru það bækistöðvar, sem sagt, er hann þar að þjálfa hóp af hlaupurum eða ertu einhvers staðar í grendinni að æfa? Nei, já, við erum búum öll í Rubiera sem æfum undir honum. Já. Og minn helsti æfingafélagi, hann á ítalska meti í 10 km og hann heitir Pietro Riva og hann er rosa öflugur hlaupari og við erum að ná að vinna rosa vel saman og spenntir fyrir framhaldinu með honum. Já, þannig að þú ert komið með góða æfingafélaga, góðan þjálfara og ert bjartsýnn á að ná að bæta tímann í maraþoninu, heyri ég. Já, ég er nokkuð viss að ég get gert betur vegna þess líka að veðrið var ekki alveg það besta í Dresden og maður þarf alltaf kannski smá reynslu í maraþoninu út af því að þetta er svolítið öðruvísi grein og ég held ég á töluvert eftir í þeirri grein og hlakka til að takast á hana þegar ég reyni við ólympíulágmarkið næsta vor. Næsta vor, hvernig þetta ár núna sem er nýbyrjað, ertu búinn að plana það eitthvað svona fram eftir árið eða hvað ætlarðu að gera á þessu ári? Hver eru markmiðin? Ætlarðu að vera í brautarhlaupunum eða 10 km? Já, hvað ætlarðu að gera? Já, núna er fókusinn á 10 km götuhlaupi akkurat núna og við vorum að taka 2 innanúrskeppnir bara til þess að fá smá hraða fyrir 10 km götuhlaupi. Og svo keppi ég á 10.000 metrum í braut í Fraklandi 27. maí, þar sem ég ætla að reyna á lágmarkinu á EM. EM er lágmarki í maraþoni en mér langar svolítið líka að ná í 10 km líka. En tíminn er 28:15, þannig ég þarf að bæta með cirka 20 sekúndur. Þannig að það er bara svona markmiði núna út af því að Evrópumeistaramótið er í ágúst og það er svona helsta fókusinn. Og svo má bæta við það að það er HM í hálfumaraþoni í nóvember og það er kannski svona fókus nummer 2 fyrir árið. Já. Og svo ef við horfum lengra fram í tímann að þá ertu framhald af því að reyna að ná ólympíulágmarkinu fyrir ólympíuleikana, það næstu. Já, það er kannski það sem vinnur svolítið með okkur í þetta skiptið er að maður hefur meira en 1 séns, þú getur náð lágmarki í byrjun 2003 og ég hafði bara 1 séns fyrir ólympíuleikana í Tókíó en við getum náð alltaf 3-4 maraþonum fyrir
París, þannig að það eru meiri sensar. Kominn einhver tími, sem sagt, lágmarkstími? Búið að gefa út Ólympíulágmarkið? Nei, það mun sennilega koma út núna í haust, en ég mun giska út af því að það voru svo margir á lágmarkinu fyrir síðustu leika að lágmarkið verði kringum 2:10, myndi giska. 2:10, já, þannig að þú þarft að fara undir 2:10 til þess að það 0:9 eitthvað. Já, það markmið hvort þið þannig að það skiptir kannski ekki öllu. Það náttúrulega bara flottur tími, sko, og það gengur vonandi vel, en þú einmitt með góðan þjálfara og góðan hlaupafélaga, þannig að það alveg eitthvað sem þú ættir að ná. Já, kannski líka helsta að veðuraðstæðurnar í Ítalíu eru frábærar. Það er aldrei svona dagur sem að veðrið það slæmt að maður þarf að pína sig út að hlaupa, þannig að það hjálpar líka rosalega bara upp á mótiveruna til þess að halda áfram og Hvernig veðrið til dæmis eins og núna? Hvernig staðan á veðrinu? Hvað er? Já, það er bara á hverju degi svona 10 til 15 gráður og stundum er kannski svolítið grátt úti en það er aldrei eitthvað rok og eiginlega aldrei rigning, þannig að þetta er svolítið frábært. Já. Hvernig er bara gamli, æfingavikan hjá þér? Bara, þú veist, hvað ertu að taka margar æfingar í viku? Tek 10 til 11 æfingar í viku. Já. Og lyfti 2 sinnum í viku, þannig að já, þetta er fullt prógram. Svona meðaltalið, 2 á dag. Já, og svo er líka að fara í nudd og þetta er allir dagurinn er rosa mikið nýttur í þetta. Já, en hvernig gengur að fjármagna? Ég meina, hvernig skaffar þið peninga til að lifa? Ertu komin í vinnu eða hvernig er staðan á því? Ég skrifaði samning með ítalsku klúbbnum í Rubiera. Já. Þannig að þeir eru að hjálpa mér. Já. Og svo líka verið eftir sett Íslandsmet í marathoni og fór í podcast viðtal við Snorra Björns. Það hafa gengið betur að fá styrki frá fyrirtækjum og til þess að fjármagna þetta. Þannig að ég er á allt öðrum stað en ég var kannski fyrir ári. Já, það er frábært að heyra það. Þannig að þú getur einbeitt svolítið að æfingunum núna og þess að kannski að vera eitthvað að pæla mikið í þessum málum. Já, í fyrra því ég var að vinna svolítið mikið með þessu, þetta var svolítið mikið. Ég hef ekki getað gert þetta til lengri tíma. Það hefur verið svolítið, kannski endað í smá börnáti. Já, en þú ert í rauninni, þú ert ekki að vinna þannig sé sko þessa hefðbundnu vinnu, þú ert í rauninni atvinnumaður bara í hlaupunum. Já, það má segja það. Ég er að þjálfa líka nokkra á Íslendinga. Já. Ég tek ekki mikið fyrir, en já, ég er svona eiginlega bara að reyna að læra tungumáli, ítalska tungumáli, fyrir rosa mikið tíma í það. Það er svona það sem ég geri milli æfinga og svona. Og því ég kom með tungumáli, þá getum við kannski reynt að finna einhverja hlutavinnu, en þangað til þá verð ég bara halda áfram. Ertu búinn að smakka? Það er líka eftir að maður verður betur í hlaupum því meira fær maður borgað til þess að taka þátt í keppnum og eins og til dæmis ég er að keppa erlendis þá fær maður borgað flugi og hótel og allar annar kostnaður og það hjálpar að vera komin á þetta level. Já. Ertu búinn að smakka margar rauðvínstegundir, ítalskar? Já, því miður þá þarf maður svolítið að halda sig með því, en þeir eru með rosa Lambrusco, það er svona freyði rauðvín, það kemur einmitt frá Emilia Romagna hjá Parma, það sem og þeir eru rosa hrifnir af því hér. Já. Þeir eru Hlynur, gaman að heyra bara að gengur vel og þakka bara til að sjá þig að keppa, sjá bara að þið ná góðum árangri og ég bara
sendi bara kveðju hérna frá okkur heima og ég vona að þú getur notað hérna verðlaunin sem þú fékkst fyrir langhlaupara ársins, eða hérna gjafabréf frá Icelandair til þess Já, klárlega það. kannski kíkja á okkur og taka þátt í eins og einu hlaupi hérna heima á Íslandi í sumar, eða passar hérna í prógrami. Ég veit. Það orðið leiðilegt að Reykjavík maraþon hittir akkurat á því ef ég næ lágmarkinu fyrir EM, þá hittir það akkurat á sama dag. Þannig að ég tek alltaf þátt í Vestmannahlaupinu, það er uppáhaldshlaupið mitt. Og en við sjáum til með annað, vonandi í framtíðinni. Já, herru, frábært, bara takk kærlega fyrir þetta, Hlynur.